Það lætur ekki mikið yfir sér skiltið sem vísar okkur á sundlaugina að sólgörðum hér í Fljótum. Það er við þjóðveginn og á vinstri hönd er Haganesvíkin og á hægri hönd er Flókadalur, en þar er sagt að Hrafnaflóki hafi búið. En ef þið viljið komast í algjöra kyrrð og fallega sundlaug, það ætti að beygja hérna upp til hægri og skoða þessa perlu sem hér er falin. Það var hérna gömul sundlaug áður og síðan réðst Guðmundur Frímannsson sem er fæddur og uppalinn hér í Fljótum í það að búa til þessa laug í rauninni á grunni gömlu laugarinnar, eða hún var nú eiginlega bara tekin held ég alveg og þessi byggð, en á meðan sett hann fyrir neðan hólinn hérna til hliðar bráðabirgðalaug sem að klæddi með einhverju plasti svo krakkarnir hefðu nú laug á meðan og þá voru líka nýttir hér 2 hverir sem eru hérna fyrir ofan og það var ekki fyrir seinna sem að var síðan borað, sett borhóla þarna og hverirnir í rauninni saman við hana en fyrst var þetta bara rennandi hveravatn sem var notað. Já. Og laugin er sem sagt byggð hérna á nokkrum árum af honum og hann var með svona stráka með sér og svo komu bændur hérna í Fljótum að þessu líka og hún er vígð 1974. Hvernig heldur hún hafi verið sótt af heimafólki? Ég held hún hafi verið nýtt mjög mikið og það er gaman að heyra hér í bændum sem voru hér í skóla og sólgörðum þegar þeir eru að tala sko þegar voru krakkar hérna og kvöldið þegar þau fengu að fara í laugina og kveikt á ljósánum í Kýraugunum og það kom nú hérna bóndi hérna frá Sauðanesi, hann Jón, og það var blik í augunum á hann þegar kallinn var að segja mig frá hérna hvernig þetta var hérna þegar krakkarnir voru hér á kvöldin að leika sér í lauginni. Þetta hefur náttúrulega verið bara þeirra félagsmiðstöð. Já, það má eiginlega segja það. Já, og samkomustaður. Já. Hvað er hún stór? Heyrðu, hún er rúmir 18 metrar að lengd. Já. Og svo er náttúrulega mjög djúpur endinn hinum megin þar sem að stökkbretti er. Já, það er komið stökkbretti. Það er nefnilega komið stökkbretti og það er svolítið gaman að segja frá tilurð þess að það eru krakkar hér í Fljótunum sem að söfnuðu fyrir þessu bretti. Fóru á bæina og fóru í sumarbústaðina og söfnuðu. Og er það bara nýlega sem það er gert? Já, í rauninni, það kemur upp í fyrra. Já. Af hverju ætli þau hafi viljað stökkbretti? Það er náttúrulega allar aðstæður til þess. Hún er mjög djúp þarna í endan. Já. Og 3 meter. Og það er gaman að stökkva á busla og enda þegar þau koma þá nýta þau sér þetta. Og fara eftir reglunum. Ég hef svolítið gaman af því. Ég hef ekki þurft að vera að sussa mikið á þau þegar þau fara á brettið. Þau fara eftir reglunum sem við settum og það finnst mér alveg magnað sko. En þessi laug hlýtur að vera heitari heldur en venjulega laugar eða það er allavega hægt að hafa hana heitari? Já og við gerum það. Hún er mjög krakkavæn þessi laug. Við höfum hana, hún er svona í kringum 34 gráður og upp í jafnvel á sólardögum þá sígur hún hærra sko. Já. Þá þarf maður að auka pottinum bara svo að hann hafi vinningin á hana sko. Já, það er heitur pottur hérna líka. Já. En það þýðir þá eiginlega að þú getur komið hérna með bara pínu lítil börn? Já, og bara mjög gaman að segja frá því að hér hafa verið að koma ungt fólk með lítil börn og eru með þau hér í lauginni. Mikið að krökkum ég kalli þetta krakka, þau voru hjá mér í skólanum á Siglufirði og verið að koma mikið að ungu fólki frá Siglufirði mitt líka að nýta sér hérna þessa sveitalaug og með pínlitla krakka, mér finnst þetta æðislegt að sjá þetta. Já. Nú eiginlega má segja að Skagafjörður sé svolítið frægur fyrir hvað hann er með margar sundlaugar. Já. En þessi laug er alveg einstök í raun og veru. Já, hún er það. Þetta er svolítið svona, þetta er hin eina sanna sveitalaug sko. Þetta er svolítið svona, og hún er ekki rekin á veturnar svona, venjuleg opnun. Nei. Heldur er skólasund hérna, að sjálfsögðu, því að hér er skóli. Og bændurnir hafa síðan kannski hist hérna einu sinni í viku svona og hann má nú eiga það hann Halldór á Mólastöðum að hann hefur verið mjög duglegur að halda utan það sem þarf að gera hér. Já. Hann er svona næsti nágranni laugarinnar eða hvað? Nei, hann býr nú aðeins lengra hérna frá en hann er mikill velunnari laugarinnar og ef eitthvað bílar og svona þá er hann mættur með skiptilíkilinn að laga. Já. Og ég má leita til hans til dæmis þegar ég klóra mér í hausnum hérna niður í kjallari yfir einhverju sem ég skil ekki alveg, þá kemur hann. En talandi um kjallarann, að þá held ég hafi það verið sagt
að þetta er eina af fáum laugum sko byggð svona, já, 1974 sem hægt er að ganga í kringum laugakarið. Já. Er það ekki rétt hjá? Jú, það er hægt. Já, það er mjög sérstakt. Já, mjög sérstakt. Hann hefur verið framsýnmaður Guðmundur Frímannsson. Já, heldur betur, heldur betur. En svona fyrir þá sem að ekki vita nákvæmlega hvar Sólgarðalaug er, hvernig getum við lýst því best? Já, hvernig getum við lýst því best ef við bara byrjum í Hofsós, það veit allir hvar Hofsós er. Já. Og þú heldur áfram sem leiðir liggur til Siglufjarðar. Já. Og svo kemur í Fljótin og þá er talað sko, það er Flókadalur. Og þeir eru í rauninni, það eru 2 Flókadalir í rauninni, eins og ég upplifði þetta sko. Já. Og það er sem sagt seinni Flókadalurinn sem að laugin er bara alveg hérna í minni ná sko. Já, það er nú eiginlega ekki hægt að sleppa þér sko talandi um flóka, við erum að tala um hinn einu og svona hrafnaflóka sem gaf landinu okkar nafn. Við erum hérna alveg í sögunni sko. Já, þannig að það er nú kannski ekkert ónýtt að skella sér í Flókadalinn og sjá hvar hann bjó og lifði þessi hrafnaflóki okkar. Þannig að það er hægt að gera virkilega menningarferð hingað í Fljótin. Heldur betur. Hvað eru þið svona meira að brasa? Nú, við getum líka sagt frá því að hérna bara í Langhúsum sem er hérna rétt hjá, að þar er hestalega, þar getur þú farið og fengið að fara í útreiðatúr og nú á Brúnastöðum sem er hérna við Ketilás, við kaupfélagið, að þar er ferðaþjónusta og vísir að dýragarði. Þannig að þar er nú heldur betur hægt að stoppa og skoða sig og eins í Bjarnagili, þar er ferðaþjónusta sem er á leiðinni ef þú ætti að fara upp á Lágheiði. Já. Og svo lengra þar eru Deplar, þar sem er verið að reisa svaka flott hótel og á að gera út á skíðafólk held ég. Það er einhver framtíð. Það er einhver framtíð. Og Svo er bara umhverfið og náttúran hérna. Umhverfið og náttúran er náttúrulega æðisleg og veðráttan hérna yfir sumarið er náttúrulega bara Já, við getum nú eiginlega staðfest að þegar við komum sko með fullri virðingu fyrir Ólafsfirði og Siglufirði þá var nú svona rigningasuddi þar en hér erum við komin í sól. Já, já. Alltaf sól í sundlaugin og sólgörðum. Ertu búin að æfa þig lengi á þessu stökkbretti? Í 1 ár kannski, eitthvað svoleiðis þegar kom, það byrjaði. En hvernig stóð á því að þið fenguð þetta stökkbretti? Okkur langaði að gera sundlaugin skemmtilegri svo að við söfnum stökkbretti krakkarnir í Sólgarðaskóla og núna er stökkbretti hérna, svo að við getum leikað við hvernig sem við viljum á því. En hvað finnst þér mesti kosturinn við að búa á Mólástöðum og vera hér í Fljótum? Það er bara gaman að vera þar. Besti staðurinn, við missum mér allavega. Skiptir það þig miklu máli að vera svona í náttúrunni og með dýrum og svoleiðis? Já, ég held að það skiptir mér miklu máli. En að koma svo hingað og fá smá útrás í sundi og stökkbretti, það hlýtur að vera bara alveg geggjað. Jú, það er mjög gaman að stökkva stökkbreytir nokkur sinnum. Taka bunu á henni, stökkva. En þú gerir meira það, þú ert í vinnuskólanum hérna og þú hefur ákveðið verkefni hér, er það ekki? Jú, að mála grindverkið, alla hring og utan, svo nokkað fleira.